Þetta alveg sprungunýr Nissan Qashqai árið 2021 sem var að lenda í BR. Hann lengri, hann breiðari, hann hærri og það lengra á milli fram- og afturhjóla. Hann plássmeiri, hann flottari og þetta þriðja kynslóð og þessi bíll hefur selst í yfir 5 milljónum eintaka, þar af 3 í Evrópu og yfir 4.000 á Íslandi. Þannig að þetta svo sannarlega einn vinsælasti jepplingur sem hefur komið til Íslands. Hann kemur í 4 mismunandi útgáfum. Við erum að tala N, Connecta, við erum að tala Ascenta, við erum að tala Tekna og Tekna Plus. Þetta Tekna gerð sem við erum á og hann ákaflega vel búinn þó hann sé bara í Ascenta útgáfunni. Við erum að tala allt það sem fólk vill hafa í þessum nýjustu bílum. Við erum að tala akreina stýringu, skynvarta hraðastilli. Við erum að tala öryggiskerfi allan hringinn, neyðarbremsu aðstoð, bakskynjara, bakmyndavél, svo ég get talið endalaust upp. Það í þessum bíl. En þetta hútt hérna, þetta einhver stáli, þetta úr áli og alveg launlétt. Og hér undir húttinu hvorki meira en minna en 1,3 lítra, 156 hestafla mótor með turbínu og hann með mild hybrid sem þýðir það lítill rafmótor sem hjálpa mótornum í upptakinu. Þannig að hann eyðir bæði minna og hagkvæmari í rekstri fyrir vikið. Hann hjálpar líka til þegar vélin að erfiða, kemur þá inn í og aðstoðar vélina, þannig að hún sé hagkvæmari í keyrslu. Bíllinn meira og minna allur úr áli. Hliðarnar, hurðirnar, þetta allt úr áli. Við sjáum hérna framan þessa nýju hönnun, afthönnunina, þessa Vision hönnun og sérlaga framljósin. Hann ansi gríðarlegur að framan í bíl og ég vil segja það að hann bara mjög vel heppnaður. Lúkið á honum skemmtilegt, hann sver sig náttúrulega í ætt Nissan. Þessi litur, hann nýr á þessari gerð bíla eða Qashqai bílana. Hefur verið áður á öðrum típum og svo nýr grár, ofboðslega flottur litur og burgundi rauður, sagði mér sölumaðurinn. Það nú ekki slæmur litur. Sjúppirei! Við erum að tala rafdrifna opnun hérna aftan. Það í fyrsta sinn sem svoleiðis kemur á Nissan Qashqai. Hérna inni talsvert stærra farangúsrými. Gamli bíllinn var með 430 lítra farangúsrými en þessi bíll með rúmlega 500 lítra. Það 70 lítrum meira heldur en á gamla bílum og það markast af því að það hægt að taka hér þessi skilrúm úr og þá verður hann aðeins dýpri í skottsvæði. Síðan hægt að fella niður sætin 40-60. Það að taka þennan litla hlera hérna og stinga honum undir þannig að hann ekki fyrir manni. Svo yttum við bara þennan takka og loka bílinn. Halló, einhver heima? Já, ég hef búinn að hlakka til að setjast hérna aftur í þess að kanna plássið hérna. Sætin eins og við notum þau hérna frammi. Ég 1,90 á hæð og með langaleggi sætið í þeirri stöðu sem ég að keyra bílinn í og hér nóg pláss. Það gott að sitja í þessum sætum, þau halda mjög vel við. Frágangurinn alveg meiri háttar flottur. Þetta svona hálf leður eða hvað þetta pleður og það eru Isofix festingar hérna. Það alveg sérlega þægilegt og höfuðplássið hérna alveg nægt og það meiri þetta glerþak hérna, það tekur þakið örlítið niður. Það samt alveg nóg pláss fyrir svona hávaxinn aðili eins og mig. Nú hérna það ekkert svona til að tosa í hér. Það verður bara að stíka puttunum hérna og kafa inn í þetta. Setja sig svo í toffærastellinguna. En málið það, þetta kannski full grunnt. Ef maður setur flösku eða einhverja bolla hér, þá fara þeir bara út allt örugglega ef það verið að gefa eitthvað í eða taka hratt af stað. Nú, síðan hér 2 tengir, bæði USB-C og USB-A. Ég langar að segja ykkur aðeins frá útgáfunum. Þegar þú ert komin í dýrara útgáfurnar þá erum við að tala
til dæmis nappa leðursæti í Tecna Plus og rafmagn báðum megin í sætunum, svona meiri lúxus, en sem sagt Ascenta bíllinn, hann alveg 120% vel búinn bíll. Ekki ágætt? Fínt. Tekur þið bara vel út í þessu, Pétur minn? Já, það ekki. Já. Eitt atriði hérna. Já. Það sem sagt, hurðirnar opnast eiginlega alveg 90 gráður. Sem þýðir það að maður að fara hérna út í bíl, sjáu þið hérna. Við sáum þið fara út úr rúmi, sko. Nei. Ætlar að hafa þetta með á myndbandinu. Nei. Þegar maður stígur út í bílnum hérna, með hurðirnar svona vel opna, þá þetta eins og maður sé að stíga út úr einhverju límbósi og að koma hérna á einhverja stór hátíð eða eitthvað svoleiðis.